Við ákváðum að fara af stað með fundaröðina því við vildum eiga samtal við fólk úr ólíkum áttum hvernig sjávarútvegur getur litið út til framtíðar. Ég vil að Ísland komist á þann stað að ímynd Íslands sé sú að við erum með besta fiskinn, besta orkuna og hér er best að vera ferðamaður. Við viljum fá hæstu verðin af því við erum með mestu gæðin. Ég held að sjávarútvegurinn geti skapað traust með fjölmörgum hætti. Eitt er auðvitað það að eiga samtal og hlusta betur. Það hefur enginn sjávarútveginn að vera í vörn. Ég tel að sjávarútvegsfyrirtæki eigi að birta upplýsingar eigendur og dótturfélög með skýrari hætti en nú er gert, enda hvílir engin leynd yfir slíkum upplýsingum. Eðlilegt væri að sama upplýsingaskylda hvíldi á sjávarútvegsfyrirtækjum sem fá að halda ákveðnu hluta af kvóta og hvílir á þeim félögum sem skráður á hlutabréfamarkaði. Forsenda þess að gagnsæi og traust geti skapast milli aðila er allt upp á borðum og aðilar hafi aðgang að sömu upplýsingum til að vinna úr. Það situr eftir þennan fund er það að allir fara að standa sig betur í þessu, skiptast á upplýsingum og tala meira saman því að orður er alls fyrst og treysta hver öðrum betur. Það að eiga samtal við þá sem eru með aðrar hugmyndir og eru jafnvel ósammála er heilbrigðasta leiðin til þess að komast að niðurstöðu og mynda einhvers konar traust.